Ég heiti Ingibjörg og ég vinn í dýrabúð og þar á endan þá var ég í háskólanum fyrst að læra eðlisfræði og svo smá líffræði og ég hef verið að æfa hjá Erial Pól frá því að það opnaði eða veturinn 2012. Þegar ég byrjaði að æfa þá hafði ég fyrst verið með kort í ræktinni og þegar það kláraðist þá var opnunartilboð hjá Erial Pól og ég sá það og það var svona 1000 kalli dýrara heldur en mánuðinn hafði verið í ræktinni og ég hafði alltaf verið að bíða með að prófa því að ég var svo hrædd að ég væri ekki nógu sterk eða nógu grönn eða nógu tilbúin til þess að prófa þetta en svo var ég búin að vera þetta ár í ræktinni og það var engin munur. Svo ég ákvað að slá til og prófaði og vita menn þegar maður var búin að vera þarna í smá stund þá var maður komið með handstyrkinn til þess að halda sér uppi og síðan þá hef ég bara verið húgt. Þegar ég er ekki súlinni þá er ég yfirleitt með dýrunum mínum og ég fandræningu svolítið mikið. Alls konar origami og leira og teikna og mála og spila svolítið mikið. Ég er alveg svolítið mikið nörd svo ég spuna að spila. Annars held ég súlan bara stærsta áhugamál mitt og það sem ég eyði mestum tíma í. Ég heiti Björg og ég er í mannfræði í háskólanum og er að vinna hjá 118 sem símadama. Ég heiti Daniel. Ég er búinn að vera að læra í markmiðlunarskólanum núna á 2. önn og ég vinn í leiðinni í 1011 á Austurstræti og við erum búin að vera að æfa pól í samtals 4 mánuði núna. Vinkona Daniels sem er með honum í skóla og vinna saman. Hún er búin að vera að æfa í einhvern tíma og henni leiddist ein þannig að hún vildi fá eitthvað með sér. Hún dró mig fyrst með og ég dró hana með og eftir það var ég allavega búin að ákveða að við myndum byrja. Já. Ég neytti hana til þess að byrja með mér. Ég var svolítið efins fyrst af því að ekki það að ég hafi verið með einhverja mikla fordóma en bara hélt að þetta væri bara alls ekki íþrótt fyrir mig. Mér finnst ég vera bara sterkari almennt. Sérstaklega líka þegar manni langar ekki að fara á æfingu. Áður en ég byrjaði þessu í pólunni þá var ég alveg af krafti komin inn í lyftingar og mér finnst það hjálpar fyrst og fremst þetta er rosalega góð brennsla þannig að þetta kemur þess á stað. Maður verður einhvern veginn hressari á þessum æfingum en að fara að lyfta í ræktinni og vera einn í ræktinni með einhverju tónlist í eyrunum eitthvað svona. Það er svo skemmtileg stemning í kringum það og það it translates into everyday life. Fyrsti tíminn sem við tókum í Erial, opnutíminn, það var svolítið mikið booty shake og eitthvað svona sem er ekki almennt í Erial og hann fekk svolítið áfall og það var svolítið það sem maður átti von á, sexy dæmi eitthvað en þetta er almennt ekki það eftir að hafa verið í öðrum tímum og á námskeiði þá er þetta bara miklu tæknilegra og skemmtilegra heldur en maður hefði haldið eða ég hélt allavega. Nei, ég var í því sama, ég er hálf bjóst við því að þetta væri allt eins og þessi fyrsti pröfutími sem við fórum í. Nú síðan þá er ég búinn að komast að því það eru bara sexy danstímarnir sem eru sexy. Það ég var ennþá eftir að mæta í þannig að ég get ekki talað af reynslu. Ég heiti Anna Lóa og ég er nemi viðskiptadeild Háskóla Íslands og einn af eigendum Erial Pól. Þannig að ég er búinn að æfa pole fitness í 5 ár núna og er búinn að kenna í að minnsta kosti 4. Það geta allir eftir pole fitness. Hingað til hafa aðalega verið konur í þessu en upp á síðkasti hafa fleiri menn komið til okkar. Maður þarf ekki að vera í góðu formi til að byrja. Við gerum bara ráð fyrir að fólk sé ekki búið að æfa neinir íþróttir þannig að við byrjum bara algjörlega á byrjuninni og ég veit mjög marga sem hafa náð langt í pól sem hafa aldrei æft neitt áður, sem hafa aldrei æft neitt á ævi sinni kannski og eru núna orðin bara rosalega góð á súlunni en byrjuðu bara algjörlega frá grunni.